Hingað kominn Hákon Hrafn Sigurðsson, dósent við Háskóla Íslands. Það rétt að taka það fram. Við ætlum að fara að tala svolítið háskólapólitík. Þannig ertu með mikið skjalabunka og þú ert búin að vera að rannsaka fjárhagsstöðu háskólana. Enga háskólana, Bifrastar og Háskólans í Reykjavík, og þau eftir því sem að þú hefur komist að, þá eru þessi skólar í miklum vandræðum. Já, ég vil halda því fram. En ég myndi samt vilja byrja á því, eins og þú sagðir, ég er úr HÍ. Já. Og það eru náttúrulega siðareglur í HÍ. Ég veit að HÍ er mjög annt traust sitt, þannig að ég vil taka það fram bara fyrir áhorfendur, að ég er að koma hérna fram í eigin nafni, með mína eigin rannsókn. Ég er ekki að túlka álit háskólans eða neitt svoleiðis. Þú ert búin að rannsaka þetta? Já, ég er búin að rannsaka þetta nokkuð ítarlega, segi ég, og ég er búin að vera í hóp með öðrum sem hafa verið að rannsaka önnur mál, þannig að þetta hefur svolítið fléttast saman. En ég er ekki að gagnrýna námi í þessum skólum, með nemendurnar eða kennararna eða neitt þannig, en ég er náttúrulega að gagnrýna stjórnendur þar og stjórnvöld. Og ég eiginlega segi bara að ég hef tekið hvatningu Páls Skúlasonar, sem hann hvetur háskólaborgara til þess að vera gagnrýni og við hafa gagnrýna hugsun og koma henni á framfæri í þjóðfélaginu. Ég held að svona eftir hrunið hafi fólk séð að það væri þörf á því. En við skulum fara í þetta. Ég held þessu fram, sem þú sagðir, að þeir standi frekar illa. Stjórnendur þessara skóla segja að það gangi vel. Og það er verið að rífast þetta kannski í blöðum og senda svona stitt á milli. Og ég rannsaka þetta og er með gögn, ég er nú ekki verið að lesa þau öll, en ég ætla að vitna í þau og þau eru mörg aðgengilega á netinu. Þannig ég held hinnu fram, gagnstað, og ég bið þá eftir þáttinn, eða hvernig sem það verður, um að rökstyðja mál sitt með gögnum, en ekki bara segja hlutina. Og við getum byrjað bara á Bifröst. Það er náttúrulega búin að vera, hvað ég að segja, löng hefð fyrir skólahaldi og svo farið í miklu uppbyggingu og maður getur skoðað ársskýrslu skólans á netinu og það sést bara frá 2002 að það fer svona halla ágjafi hliðina. Það er verið að reka annars vegar íbúðir fyrir nemendur og starfsfólk og svo skólan. Það er taprekstur á þessu, ár eftir ár og staðan var orðin þannig í rauninni 2006 að það stemdi bara í neikvætt eigið á þessum rekstri, bæði skólans og íbúðana. Og þá, þetta er náttúrulega árið 2007, það er ýmislegt inn í gangi, maður þekki hvernig það var uppgangurinn og allt það, góðærið, og þá grípa menn til þess ráðs, sem að ég segi ekki, það var ekki gott ráð, en menn grípa til þess að selja það sem skólinn átti þá þarna, átti skólabyggingar og nokkrar íbúðir, og það er selt til Nýsis, það er sem sagt fasteignafélag, dótturfélag Nýsis, þetta er Mostur, og þá fá þeir pening, og fá 550 milljónir í peningum, í brakkandi seðlum bara, sem er mjög gott. Þannig að við vitum ef við reynum að stýra þetta út fyrir áhörnendum, þá er ég bara með eigninnar, ég hef Bifröst og þú ert Nýsir, og ég afhendi þér eigninnar, og ég fá pening frá þér til mín, sem að ég nota til að greiða niður langtímalán og líka slatt af skamtímalánum. Þá lítur reksturinn vel út. En ég þarf að borga hins vegar þér leigu fyrir þetta. Þannig að svona byrjaði ég að borga og ég er búin að losa mig í langtímalánin en reksturinn þarf að standa undir þessum afborgunum. Hann gerir það ekki, þannig að árið 2008 stefnir alveg í það sama. Það er bara búið að lengja aðeins í ólinni þarna. Þannig að þú vilt fá peninginn og ég borga og sé að ég á ekki með nógu mikið pening. Þannig að þá grípur háskólan til þess ráðs og ég veit að þeir hafa reynt að rökstyðja það, á hverju þeir gerðu það, en þeir hætta að borga leigu og bera við rofum á samningi. Ég er með kaupsamningin og hætta semst að borga. Þeir hætta beinast að borga? Já, og það er endur önnur félag sem hætta að borga þeim líka. En ég útskýri það ekki nánar hér. Svo verður hrunið. Nýsir þetta er stórt fasteignafélag og það verður gjaldþrota. Það er móðurfélagið, það heitir Nýsir fasteignir, eitt af dótturfélagunum, þetta er mjög flókið hvernig þetta en það verður gjaldþrota. Það er skiptastjóri sem er Ástráður Haraldsson, sem er óheppilegt að hann er kennari upp á Bifröst, hann situr líka í stjórn skólans, en því er komið þannig fyrir að hann er ekki með þetta dótturfélag, sem bara er gott. En svo líður þessi vetur, og það er ekkert borgað og þetta er allt svona óljóst náttúrulega hvernig staðan er og það var endur aldrei búin að afsala þessum samningum og þeir sem voru búin að lána peningan í þetta, þeir vilja fá það tilbaka að sjálfsögðu og
Bifröst skuldar hérna úr 115 milljónir í lok mars. Og það ýmislegt, það rætt ýmislegt á að bera skólan út þegar hann borgar ekki, ef að rifta samningunum og fá peningi tilbaka sem peningurinn sem þú lést mig fá og ég láta þig fá hann tilbaka. Það hefði gert skólan gjaldþrota, ég held því fram og menn verður þá bara rökst í það ef þeir segja eitthvað annað. Og þannig að þetta lítur bara mjög illa út. Og Bifröst ekki einni viðskiptalegri stöðu til að semja eitthvað þetta. Og hann kemur fram ástráður, held ég, 4. maí í fréttum og segir allar fasteignir og allar eignir Nýsis fasteigna, það verður auglýstar og bánar upp. Hann reyndar ekki mjög vongóður að það verður mikla sölur en segir þetta og gott og vel. En svo útskrifað af Bifröst 7. júní og þar segir rektor skólans að það sé búin að kaupa þessar eignir aftur og eyða óvissunni og svona gott og vel. Og hann segir ekkert verð en það í að því að 1/4 hafi verið í peningum, hitt hafi verið fjármagna af Sparisjóði Mýrasýslu og Íbúðalánasjóði sem bara yfirtaka. Það voru skuldir á þessu, það fylgdu skuldir með og tóku skuldirinn tilbaka og borguðum pening. En hver þá veruleikinn? En það var það sem kemur, sem eru viðskiptahættir kannski sem ég hélt að við værum búin að kveðja svona, ef við flestir í þjóðfélaginu vildi ekki sjá lengur, að raunveruleikinn sá að þetta félag sem skuldar mikinn pening og hefði fengið pening sem sagt fyrir eignirnar, að þeir kaupa þetta félag á 30 milljónir og taka yfir skuldirnar. 30 milljónir? Já, 30 milljónir. Það hérna í júní og þá skuldar þessu félagi líklega 130 milljónir og hafði fengið 550 milljónir cirka fyrir félagið. Og það ákvæði í þessum kaupsamningi upphaflega það hvenær Bifröst má kaupa. Og ákvaða verði líka, það tengt vísitölu og þeir eru þurft að borga líklega 600-700 milljónir og pluss yfirtöku ef þetta átti ekki að gengið. Ég ætla ekki að fullyrða því að ég veit náttúrulega ekki hver ákvaða þetta en þetta náttúrulega ekki eðlilegt, getur ekki verið eðlilegt. Þannig að fólk verður að geta eðirnir, ég ætla ekki að segja neitt meira það. En svo það Háskólinn í Reykjavík? Já, svo það Háskólinn í Reykjavík. Að það reyndar, kannski forsagan þar að það gerði samningu, Björn Bjarnason, Friðrik Sófusson gera samning 1997 það sem eru hreinlega moka peningu, það getur mengt að sé tölurnar, 300.000 pluss húsalega á miklu hærra heldur en Háskóli Íslands vekk. Þetta var gagnrýnt meðal annars af núverandi menntamálaráðherra sem var í stjórn Stúdentaráðs 1999. Og reksturinn hann gengur vel, ég get alveg sagt það, rekstur Háskólans í Reykjavík, hann gengur nokkuð vel og það ekkert athugavert við það, en í góðærinu fara menn aðeins fram úr sér og það ráðist í byggingu. Borgarstjórn segir það að þeir fengi bestu lóð í bænum. Já, bestu lóð bara á landinu. Já, á landinu, gott og vel og menn ætla greinilega að byggja besta hús í heimi á þessari lóð og það farið í það og svo kemur hrunið og menn sjá það að þetta nú ekki alveg fara að ganga, allt hækkar og stefnir í verulega vandræði að þeir gera samning við eignarhaldsfélagi Fasteign. Það var enda meirihluta í Íslandsbanka þá og menn geta alveg skoða hverju sátt í stjórnum, bæði skólans og Fasteignar og Íslandsbanka og séð að það eru ótrúlega tengst alls staðar og sem við viljum helst ekki sjá í dag heldur. Nei. En gott og vel. Við fáum alltaf fréttir af því núna, á þessum tíma, að byggingin gangi vel og ekkert óeðlilegt í gangi og við bara trúum því, það ekki gerað neina athugasemdir við svona fréttir, það ekkert verið að kanna það hvort þetta sé satt, en auðvitað hugsaði fólk, allt annað hefði hækkað, allt annað hefði rokið upp, þannig að það getur ekki verið að þetta sé einhver eðlilegri áætlun. Og það gerist síðan og svo flytja þær inn núna í byrjun árs og þá kemur frétt á Stöð 2, ég man ekki hvernig hún var, heldur 7. janúar eða eitthvað svoleiðis. Þorbjörn Þórðarson kemur með frétt það að skólinn að borga 1000 milljónir getur bara að borga 600 sem að þýðir rauninu bara það að hann getur ekki staðið við sinni skuldbindingar. Það ég reyndar sagt að ég talaði við rektor, nýjan rektor HR, spurði hann að þessu á fundi í gær, hann segir að þetta sé rangt og þeir hafi bara sparað svo mikið til að þessuna hafi þetta lækkað. Og ég náði í fréttamannin, Þorbjörn Þórðarson rétt núna fyrir þáttinn, hann staðfestir að fréttin standi, algjörlega, og hann með heimildur og stjórnufyrirtækjana að það að stofna dótturfélag. Hvað gerist þá? Flytjum skuldirnar, það eru mjög háar, þetta flytt í dótturfélag. Við vitum hvað það er, við vitum alveg hvað við að gera þegar á að gera það, að mjög líklega ef þú getur ekki borgað þetta, þá verður þetta bara afskrifað.
og ef það verður ekki gert, ef þetta verður inn í fasteign, þá má bara segja það að sveitafélögin, íbúar sveitafélaga á landinu, í Norðurþingi, í Vestmönnum, Fljótsdalshéraði, þeir hljóta þá að vera að niðurgreiða leiguna fyrir skólan ef hann alltaf ekki borgar fulla leigu. Það einhvern veginn virkar eins og þetta séu góðæris skólar. Já, þetta eru góðæris skólar. Það var vissulega mikill metnaður. Það er gott að hafa metnað inn í menntamálum. Við höfum að skoða að framlög til háskólamála eru mun lægri hérna sem OECD-tölum heldur en í nágrannalöndum okkar. En það var gott að hafa metnað. En ég að segja að þetta eru góðæris skólar, við getum kallað það. Það er til dæmis Ríkisendurskoðun búin að gera úttekt á HÍ, gera úttekt á þessum skólum. Námið í HÍ mun ódýrara, þannig að við getum sagt að þetta eru góðæris skólar. Það er ekki tekið á þessum málum, það er verið að ræða, það var opinn fundur í gær, það er skrifstofustjóri og fjármálasviði hjá menntamálaráðuneytinu, hann segir við okkur, það er 20-25% niðurskurður framundan í háskólamálum á næstu 3 árum. Og hvað gera menn í einhver skólum? Þeir bara ræða gæði og eitthvað svona sem það er ekkert verið að nálgast vandamáli. Og þá segi ég að við erum bara stödd hérna, þetta er bara aðdragandi að öðru hruni, alveg sem með bankana, stjórnvöld vissu hvað var í gangi, í hvað stefndi, þau veist ekki neitt. Og það þarf að grípa til aðgerða. Það er nokkuð ljóst. Þannig að ég segi að það er mjög mikið líkindi með þessu og ég er ekki að fara að gagnrýna þetta menntamálaráðherra, ég veit að það er mjög mikið að gera hún í starfinu og allt það og ég hef fulla trú á henni. En ég vona það svo sannarlega að við séum ekki að fara að upplifa annað hrun á smærri skala í háskólamálum. En úthendir rauninni bara að menn endurskoði háskólastigið? Algjörlega, og það er búið að fá sérfræðinga hérna og þeir eru búin að segja okkur ýmislegt hérna og gefa okkur góð ráð, eitt rannsóknarháskóla en hvað er gert? Það er stíf fyrir nefndir, hagsmunaaðalunum, þeir eiga að fara yfir skýrslurnar, það er ekki hlustað á sérfræðingana, heldur eiga hagsmunaaðalar að koma sér saman það og þar verður bara sá frekasti, hann ræður. Nú vorum við að hleypa handboltana áfram Ísland. Ég þakka kærlega fyrir að koma hérna í þáttum sem þetta er búið í dag. Takk fyrir.